Núna síðustu vikunar höfum við verið að vinna lokaverkefni í 10. bekk í Álftanesskóla. Þá skipta nemendur sér niður í hópa. Við kennararnir skiptum okkur aðeins af því hverjir eru saman í hópin. Nemendur fá að velja sér samstarfsfélaga sem þeir vinna með. Og það sem þau að gera er að stofna einhvers konar rekstur eða skipuleggja einhvers konar viðburð. Flest velja þau sér að stofna einhvers konar fyrirtæki. Hérna sjáum við svona trampolín, garð eða hús sem fólk getur komið og hoppa á trampolínum og borga fyrir. En þau þurfa að sækja starfsleyfi, þau þurfa að setja fram fjárhagsáætlun og allt mögulegt. Við samþættum allar námsgreinar undir og það fara allar kennslustundir það bil 2 vikur undir þetta verkefni. Hérna sjáum við ísbúð. Þau þurfa að reikna laun, þau þurfa að sýna fram á að þetta beri sig, þau þurfa að reikna, setja fram launaseðla, fullt af textum sem þau þurfa að skila reksturinn hjá sér, alls konar leyfi sem þarf að sækjum. Þetta er heilmikil vinna hjá þeim. Líkönin þurfa að vera í réttum hlutföllum og þau þurfa að gefa upp hver hlutföllin eru og það þarf alltaf að vera í þeim hlutföllum. Við kennararnir við mælum út valin atriði í hverju líkani til þess að kanna hvort að þetta sé ekki í réttum hlutföllum. Og það er misjafnt hvað krakkarnir leggja mikla vinnu í bæði teikningar og í sérstaklega fjárhagsáætlunina. Það kemur þeim mörgum á óvart að þetta er nú svolítið meiri vinna að stofna svona fyrirtæki heldur en margir halda. Hérna sjáum við svona matarbíl sem ætlar að vera í mæðragarðinum niður í bæ. Það þurfa að vera textar á dönsku og ensku líka. Og nemendur halda dagbækur, það sem þau skrifa niður hvað þau eru að gera. Þar þarf líka að skrifa á ensku og dönsku. Hérna sjáum við hamborgarastað sem heitir Hafnborgarinn. Og er staðsettur þar sem að hamborgarabúlan er hér á Höfn í því húsi. Það er ekki þægilegasta húsið að gera líkan af en þessi hópur hefur leyst það mjög vel. Hérna er svo kaffihús þar sem er hægt að koma og fá að spila ef maður er með hljómsveit. Það eru spilakvöld líka. Svolítið skemmtilegur rekstur. Alls konar pappír sem þarf að vinna. Og hérna er bíó. 2 bíósalir. Og þið séu að þetta er heilmikil vinna sem þau leggja í líkonum. Viðburðarverkefnið, þá er vinsælast í raun að skipuleggja brúðkaup. En þá þarf að skipuleggja brúðkaupið frá A til Ö, gera líkan af annaðhvort veislusalnum eða athöfninni. Og hérna sjáum við veislusalinn. Það eiga að vera fleiri borð eins og þið sjáið, en þær völdu að gera ekki öll borðin. Og það þarf að sýna hvað á að vera í matinn, finna föt á brúðhjónin, tiltaka kostnaðinn og þú fá 1,5 milljón til þess að halda brúðkaupi fyrir. Hvað athöfnin á að fara fram, það þarf að skrifa. Ræðurnar líka. Og við kennararnir, við kvittum undir dagbækurnar.
Í viðburðinum þá má líka í raun skipuleggja tónlistarhátíð eða tónleika eitthvað í þá veruna. En við erum ekki með neitt svoleiðis verkefni þetta árið.